Dæi, langt síðan síðast, mamma. Það er það. Þú er svo upptekinn. Já, ég var með nokkrum að sjá skrekksatriði í fellskóla sem að vann. Til hamingju. Takk fyrir. Það er ógeðslega flott hjá ykkur. Já, við erum mjög stolt. Já. Það voru fagnaðarlegt í marga daga og það er einmitt gistinótt framöndan. Í skólanum. Gaman. Nei, í alvörinu, það er ógeðslega skemmtilegt. Maður fær alveg, maður upplifir smá klapp á bakið þegar maður er fullorinn og maður er að leikstýra einhverjum sem að gengur síðan vel. Já. Þá er maður rosalega stoltur af krökkunum. Já. En maður er sjálfur bara... Já. Það er smá, það er klapp á bakið. Einmitt. Af því án ykkar leiðsagnar hefðu þið kannski ekki unnið. Nei. Skilurðu? Ég held ekki sko. Já. Þú veist, þau náttúrulega söndu atriði sjálf en Inga sem er yfir listastarfinu í fellaskóla sem er rosalega mikið lagt upp úr list. Já. En margir sem segja að við bara gefist upp á að kenna þeim að lesa og bara verið að kenna þeim á gítar sem er ekki rétt, það er mjög mikið lagt upp úr læsi í skólanum. Er þetta sögursagnir? Þetta er bara enn á Betra Breiðholt og eitthvað svo rögli. En við náttúrulega hlustum ekki á svona kjáftæði, þetta er bara svo fyndið. Já. En hérna... Man getur hlegið að slúðri. Já. En við gleymum að kynna gesti. Já, og sko, ég ætla bara að segja líka... Svo var hann Keli trommari líka sem er Edith Frösk og oft með öðrum. Þannig að hérna... Þá er ég búin að monta mig af skrek og nú ætlum við að monta okkur af gestinum okkar. Já. Mamma, viltu segja hvað hún heitir? Júlíana. Já, Júlíana Sara Gunnarsdóttir. Leikkona, leikstjóri, handritshöfundur, útvarpskona, bara svona grínmeistari og mamma. Og húsmóðir. Já. Hún er allt. Hún er unnusta, hún er fyrrverandi eiginkona. Byrjum bara þar, við erum komin í bjórin og förum á feitrún förum strax í það djúpa. En það var æðisleg kynning. Ég ætlaði bara að fá mér að drekka og hélst áfram að segja hvað ég er. Hvað meira? Hérna er ég að gleyma ykkur. Nei? Ég held ekki, svei mig þá. Fyrirvaldi frjálsutokona, fyrirvaldi þverflutu, þú veist, þú getur haldið áfram. Þú varst náttúrulega að losna úr prísund líka. Bíddu, það er að losna úr prísund? Já, svona ákveðnu starfi sem þú varst í. Ég veit ekki hvort þú viljum. Já, sko, prísund er kannski ekki alveg rétt að orða. Og hérna, en ég var, ertu ekki að tala um saumastarfið mig? Jú. Ég fór í flugfreyjuna í sumar. Og ég gerði það af því ég þurfti breytingu. Já. Og þegar að ég finn það, bara in the core, bara oh my god, ég þarf á breytingu að halda, þá ger ég það. Já. Af því að mér langar aldrei að verslast upp og hérna í einhverju sem ég er ekki sátt með, skilji. Og við þurfum öll breytingu, við þurfum öll að stiga út fyrir ramman okkur og allt þetta. Ég hafði prófað þetta einu sinni áður, 2018, og það var voða gaman en mér fannst það opbúslega erfitt af því að þá voru börnum mín bara, þú veist, eins og tryggja og mér fannst opbúslega erfitt að vera frá þeim. Aftur á móti hafði ég þau alltaf af því að ég var ennþá í sambandi með barnsföður minn. Og núna þegar ég prófaði þetta þá var þetta bara svolítið erfiðar en ég bjóst við af því að ég er með viku með börnum minn og þegar ég fekk stopp í þeim vikum sem ég átti að vera með börnum minn að þá var þetta bara miklu flóknara. Já, auðvitað. Og ég var alltaf með mömmuskupið. Ég var alltaf með samvinskupið gagvart Ása, barnsföður mínum, og því ég var alltaf að reyna eitthvað, getur þú fært þess, þú veist, alltaf að reyna að púsla, af því að mér langaði náttúrulega bara að hafa börnum mín, skilurðu. Þannig að þetta var bara miklu erfiðar inn í bjóstið og hérna, og það er aðeinslega út af svona fjölskyldu aðstæðum. Já, skiljanlega. En vinnan sjálf er hérna skemmtileg, þú veist, þú ert að fá að ferðast úr að kynna skemmtilegu fólki
og ég hef ekkert út á þess að vinna setja, mér finnst þetta bara frábær vinna. Já. Fyrir utan komið fannst þetta taka mikið á hjartað sko. Já, einmitt. Skilji, og svo tekur þetta náttúrulega, þetta eru opbóðslega erfið vinnutímar. Já. Ég var þrútin í 3 mánuði skilji, því ég svaf bara ekki neitt, svaf bara rosalega óreglum tímum og maður gleymir að drekka vatn í háloftunum og þá allt í nefn maður bara orðin missilinn maðurinn skilur. Já, einmitt, ég man eftir myndinu sem þú settir story þar sem þú varst einmitt bara með humongous fætur. Þetta er bara eins og ég hafi verið með sjúkdóm. Já, og fólk tók því ógeðslega alvarlega og þú varst bara eitthvað svona oh my god, stundum gleymir maður að drekka vatn og eitthvað. Ég var að hlæja þessu og fólk bara guð minn almáttugur, er í lagi með þig bara, já, það er í lagi með mig, annars væri ég ekki að posta þessu. Nei, nákvæmlega. En nei, þannig ég var bara þrútin ógeðslega allt sumar og mér langar ekki að vinna vinnur sem að gera mig ljóta. Nei, og þetta er líka svo vont, þetta reynir svo líka með. Þetta gerir það. Já, náttúrulega standandi brjálæðislega lengi. Og bara, þú veist, í einhverju röri í háloftunum, skilur, þú ert ekki að fá, þú veist, þannig er bara þvílíkt, loftið er náttúrulega ógeðslega þurrt. Skilur, það er bara allt einhvern veginn. Þannig að, en hver veit, kannski fer ég aftur af því mér þótti þetta ógeðslega gaman. Þannig ef einhver er að hlusta sem að vinnur ég spáði ekki það að þá er ég ekki að drulla yfir starfið, þá er ég að segja frá minni upplifun í sumar óbúslega gaman en líka mjög erfitt. Og líka svo segir, þú veist, þú ert með börnin viku og þau eru Gunnar Logi, hvað er hann gamall? Gunnar Logi er 10 ára og Þórdís Lára er 8 ára. Já, þetta er svona erfitt að skilja börnin eftir. Mjög. Og bara þetta er akkurat líka aldurinn sem að þau vita nákvæmlega, þú veist, þau voru 1 og 3. Jú, það var alltaf jafn erfitt að fara frá þeim, en þau vissu það ekkert. Vissu ekkert að mamma væri, föttu leið og ég var að fara út dyrnar, skilurðu, þá bara mamma, og svo bara voru við búin að gleyma, skilurðu. Núna, þá er mér refsað, skilurðu, þau refsa mér fyrir að fara frá skilji, þetta er miklu flóknara. Þetta er bara þeirra leið. Já, akkurat, þannig að mér finnst, eins og við vorum aðeins að ræða þetta fyrir þáttinn, mér finnst bara það sem skiptir mestu máli í lífinu og ég veit að fólk segir þetta, en ég bara svona, ég átti mig alltaf meira og meira á því, það sem mestu máli skiptir í lífinu er fjölskylda og vinir. Allt annað er í rauninni bara prump in the end. Ef þið pælið í því, skilurðu. Akkurat. Og jú, það er ógeðslega gaman og það eru glimmersprengjur hér og þar sem skipta engu máli in the end. Því maður er gleymdur og fljótt. Já. Og þú vilt eiga sér tengsl við fólk, vilt eiga marga vini og vilt rækta þann vinskap. Þú vilt eiga gott samband við fjölskylduna þína og bara fólkið þitt. Fólkið þitt er það mikilvægasta sem þú átt og trúin að mínum mati, en það er ég. Já. Þannig að það er svona sem að ég er alltaf það er alltaf eitthvað svona sem að ég er að einhvern veginn finn meira og meira fyrir, skilji. Já. En mamma, mér langar að spyrja þig, var til orðið mömmviskubit? Mömmviskubit. Nei, það er svo djamviskubit. Hafði ekkert leyfi til þess að vera með eitthvað samviskubit. Nei. En fannstu ekkert fyrir því? Eitthvað svona, Nei, ég finnst leiðilegt að segja það. Ég bara fann ekki fyrir því, sko. Og varst ekki með tilfinningar? Nei, sennilega ekki. Nei, þú viðurkennir það eins og niður. Ég er bara alveg þannig upp, þú veist að bara vinna, sofa, borða. Og maður mátt ekki, sko, hvorki vera kvarta eða kvarta eða kveina. Nei. Og þetta kemur ekki fyrir en, jú, ég heyrði eitthvað svona utan að mér. Já. En sko ég hefði heldur bara ekki þorað að vera með svona, því nú vann ég alveg svakalega mikið, sko. Þannig að ég var bara heppin með stelpurnar. Já, einmitt. Já, við vorum okkur náttúrulega bara upp sjálfar. Nei, sko, ekki alltaf fyrst. Ég er að tjóka.
En ég er að meina þegar ég var farin að skilja ykkur bara eftir einu. Já. En var ekki líka bara lenskan á þessum tímum? Já, einmitt. Þannig að þú varst bara eins og þú sagði sjálf, ég var bara ekkert að kvarta. Nei, Skilur, þú bara kvartaðir ekki, þú helst bara áfram, skilur, menn í dag að þá vælum við rosalega mikið. Við kvörtum voða mikið. Já, við erum náttúrulega aldar upp við það að, þú veist, maður segir þegar maður er óánægður í vinnunni. Já. Maður segir frá því að, Algjörlega. Þú veist, ég man þegar þú varst að vinna bara brjálaðislega vinnutíma, kvartaðir aldrei yfir vinnunni, þú veist, ég bara, ef það er ógeðslega mikið álag, þá er maður bara, heyrðu, Þá fyrir ég að grenja, sko. Já, ég græt undir álagi. Ég bara, sko, ræði ekki við þetta. Þú veist, þetta er bara eitthvað sem við erum búin að, og fólk, held ég, krakkarnir sem eru, þú veist, alast upp núna, það verður svolítið áhugavert að fylgjast með, Akkurat. Þú veist, hvernig þú veist, eitthvað svona mótlæti er alveg. Já, og líka bara við erum að vefja, sko, börnin okkar í rosalega mikinn bómul í dag. Mjög. Hvað finnst þér það sem móðir? Ég er að reyna að gera það ekki. Já. Ég er að reyna mitt besta að gera það ekki. En þau til dæmis bara hvernig ég orða þetta? Þegar ég var yngri, þegar ég var lítil, þá byrjaði ég að taka strætó 1-6 ára. Skil ég. Ég hjólaði sjálf 3 kilometra á æfingu. Allt svona. Ég er með börnum mínum bómul þegar kemur að þessu. Og ég veit ekki af hverju. Nei. Þau eru 8 og 10, þau var aldrei tekið strætó 1. Gunnar minn hefur nú tekið strætó með vinum sínum og það er bara sport, taka strætó og æfingar þegar þær eru lengri burtu og svona. Þau var aldrei farið í strætó 1. Ég skuttlaði þeim allt. Og það er bómullin sem ég er, en varðandi sko margt annað, að þá er ég að reyna eins og ég get að setja þau ekki ómikinn bómull. Hafið þið heyrt talað þetta gaur sem skrifaði horfin athygli, sagði þarna við we overprotect our children in the real world but underprotect them online. Já, það er svolítið. Þú veist, krakkar eru útsettir fyrir alls miklu verra shit en við vorum í Reykjavík eða nærsveitum fyrir 20 ára. Þetta hefur breyst á svolítið vondan hátt. En mér finnst eitt sem mér finnst svo mikið breyting í dag, það er svo hvað þú þarft að vinna lítið til þess að segja setninguna, ég er alveg að bugast, ég er bara alveg búin á því, þetta. Algjörlega. Sko, þarna finnst mér, þetta kemur mikið í COVID. Já, einmitt. Þá er þetta náttúrulega hjúkrunarstéttin og náttúrulega, ég skildi það alveg, en þetta er bara komið þar allir. Alveg sama, sko, hvort þið sé bara að vinna pínlítið, það er bara, bara kannski vaska upp. Það er bara alveg að buga, sko. En þú veist, þín kynslóð finnst, held ég, okkar kynslóð vera kannski svolítið svona veikburða. Nei, ég veit ekki hvað öðru finnst, mér finnst það ekki. Nei. Mér finnst bara, sko. Við erum náttúrulega bara, og mér finnst þú svo erfitt að tala sko, bara já, þessi kynslu og þessi kynslu. Við erum svo ólík. En jú, það er meira í okkar kynslu að væla heldur en í þinni kynslu, 100%. En ég hrættum að það verið bara meiri væll og meiri væll og meiri væll. Já, þannig að það megi bara ekki neitt. Já, það þarf aðeins að stemma stigum við þessu, sko. Að þetta fari ekki sko algjörlúböndan. Akkurat. Sko það þurfti svo margt að breytast. Það þurfti að opna á tilfinningar og svona, því það var bara ekki gert. Nei. En svo hefur það bara farið því þetta aðeins svolítið mikið. Já, við erum bara ofleiðrétt okkur. Já, einmitt. Þú veist, það er svolítið hætta, sko. Já, algjörlega. Mér langar svo að segja þetta, sem þú varst að nefna, Stefán, þetta með netið, online, þetta er rugg, þú veist, ég kenni börnum alveg, þú veist, yngstur í 3. bekk, þú veist, þau eru bara að tala TikTok tungumál. Er það samt? Já. 3. bekkur? Já. Og ég er þá kannski bara opaslega ströng móðir. Frábært. Börnum mín 8 og 10 og eiga bara að taka síma. Já, gott. Og ég er búin að láta þau vita að það er ekki fyrir en í fyrsta lagi 15 ára sem þau fá öðruvísi síma. Ég er ekki búin að segja hvernig. Nei.
Nei, en þú getur bara verið flottur í takkasími. Já, það er kannski nei, komið mér í finnst tísku þá. Já, ég er að reyna eins og ég get að vernda þau frá þessu. Já. mér finnst það æðislegt Já. þú veist, bara þegar ég byrjaði að vinna, þú veist, ég hef náttúrulega verið að grilla mömmum svona spurningum eitthvað, þú veist, bara sem ég er að læra af krökkunum, Já. þú veist, bara með tungumálið og svona, og svo þú veist, ég meina, þau eru bara að skrolla alls konar og þetta er náttúrulega ekki bara það sem ég er að vinna, þetta er allstar þar sem foreldrar náttúrulega leyfa bönnunum sínum að vera í símanum að því þetta er náttúrulega þægilegt að láta bönnin í iPadin Ég eða veit eitthvað, það, þú já. veist, ég skil það mjög vel en þegar þau eru þú veist, það er bara svo auðvelt að komast í eitthvað sem er ógeðslega gróft Ég veit. og hættulegt, þannig ég bara elska að taka sem fyrir Já. börn á þessum aldri 100%. En ég held að foreldrar þurfi svolítið að vakna Já. að vaktin er þeirra. Já, Hún er 100%. ekki kennarans Nei. í skólanum. Mér er svo margir bara að halda það að þegar barnið er komið í skóla að þá þurfi þær ekkert að hafa neitt uppbyldi. Já, og Er svo er ekki það, tekið eftir því? já, og svo er það líka í dag Já. að ef að barnið er skammað eða eitthvað, Já, þá kennum við kennaranum já, þá í staðinn fyrir hvernig þetta var þegar ég var að alastu Já. þá hafði ég ramt fyrir mér Já. kennarinn er kennarin, Já. hann veit betur Já. skiljiði, oft var þetta kannski aðeins og mikið þannig, skiljiði en í dag erum við allt og mikið bara, þú mátt ekki tala svona við barnið mitt, skiljiðu nei, þennan bómul get ég ekki nei, þegar við ásökum kennaran fyrir að reyna að bara kenna barninu okkar munin og rétt og röngu já, hvað er að? Hvert erum við komin ef að það má ekki segja neitt við okkur? Nei. Og mér finnst við móðgast líka yfir öllu og mér langar að segja og mér langar að minna fólk á sem er að hlusta Já. að móðgast er val. Þú velur það að móðgast. Þú þarft ekki að móðgast. Þú Nei. getur hugsað, herðu, ok, hún hefur örugglega ekkert meint þetta svona, ég ætla ekki að taka þessu inn á mig. Þú Nei. velur það hvernig þér líður. Einmitt. Skiljið? Já. Akkurat. Tölum maður sem þetta að því þú ert búin að vera að semja þætti síðan 2016 eða Já, 2014. já bara eftir útskrift Já, bara. já, Já. akkurat. vá, Og þannig að þú hefur skrifað mjög mikið. Já, Það voru þær tvær og svo voru það verðlegt fólk og svo Skaupið. já, svo nostalgía komið hana 2 seríur. Nostalgía, já, Já. einmitt. Já, Þú veist, manstu eftir ykkur þegar fólk svona var móðgast og var svona, já, það er örugglega mörg dæmi. Það er En svo ná- Skaupið er svona hjút. já, ég man þegar við vorum að skrifa Skaupið að þá segi ég, vitið það, ég er farin að vera ógeðslega stressuð yfir þessu. Hún er búin að skrifa nokkra sketsa og ég er ógeðslega stressuð yfir þessu. Ég er svo stressuð yfir því að móðga fólk Já. og ég er samt stressuð yfir því að þetta sé ekki nógu beitt. Já. Ég er bara stressum á fólki, finnst þetta lélegt. Já. Og Sveppi sagði bara, hverjum er ekki drull? Já. Hverjum er ekki drull? Akkurat. Þú bara gerir þetta, þú gerir það sem að þér finnst fyndið, hætt að spá í þessu. Gerðu bara það sem að þér finnst gaman, sem þér finnst fyndið, hverjum er ekki drull? Og ég er að reyna á hverjum einsta degi ef ég fara að hefa áhyggjur á einhverju skilji Já. í mínu lífi, eitthvað, Já. stóði mér nóg vel þarna, skilji, Já, já, eitthvað já, svona. akkurat. Hverjum er ekki drull? Já. Hverjum er ekki drull? Já. Það er öllum drull. In the end Já. er þetta bara loft, skiptir ekki máli. Já. já, Sorry, en það er bara þannig. Já. Já. Allt sem við erum að gera, ógeðslega gaman, glimmir sprengjur út um allt, Já. skiptir ekki máli in the end. Hættum að taka okkur svona alvarlega. Já. Gerum bara það sem okkur finnst gaman. Gerum seríuna sem við höfum talað um í 3 ár. Hverjum er ekki drull? Hverjum er ekki drull? Akkurat. já, Ég er að reyna að taka þetta hugafar algjörlega á næsta level. Þetta er, yfirmaðurinn minn einmitt sendi mér bók eftir um daginn, þá hafði ég einmitt verið að gráta undan álagi og hann gaf mér bók, eða þú sendi mér hljóðbókina af The Art of Not Giving a Fuck. Akkurat. Ég hef ekki listað á hana að lesa hana. Já. En þú veist, það er á listanum þegar álagi mingar. Já, Að því, þú veist, það hljóma bara
frábært, ég veit það. þú veist, að losa sig við þetta. Ég er búin að heyra svo ógeðislega góður hlutum þessa bók. Akkúrat. Ég er búin að ætla að lesa hana mjög lengi. Já, Og það er nefnilega máli. Það er list að geta sagt, veistu það? Mér er drull. Mér er algjörlega drull. Svo smekkur, svo misjafn. Já, Þú veist, Einmitt. getur ekki kannski náð til allra. nei. nei, veist, nákvæmlega. það Tala nú ekki í list, skilur. Já. Það er bara ekki hægt. Nei. Sama hvað þú reynir. Já, Sama hvað þér finnst gott sjálfur. Sama hvað þér finnst fyndið. Þú mátt aldrei geta náð til allra. ekki séns. Og meiri segja bara sem manneskja. Og ég vildi trúa því að öllum kunni vel við mig. Já, Skiljið, Já. það var mín bara, ég stóði þeirri trú í mörg ár bara, af því að ég er alltaf að reyna að vera, ég reyni eins og ég get, auðvitað mistekst mér stundum, Já. ég reyni eins og ég get að vera góð manneskja. já, Og þess vegna hélt ég einhvern veginn bara öllum kynni vel við mig. já. En hver veit, kannski er einhver hana og einhverjir sem að hrópar Ef á þið, móti Júlíunu. ef þið viljið bölva Júlíun í Sandórsku þá skilið bara kommenta það undir. En við komum aftur eftir smá. Herði, við erum komin aftur, sko, já, ég og Júlíun erum að fá okkur bjór. Það verður eitthvað góður. Skál. Já, Í skál. jólabjór. Það er nefnilega, ég er svo mikil jólamannskja Já. og mér finnst ekkert leiðilegt að fá mér einn bjór. Það er æðislegt, hann er rosalega góður þessi. Já. Þetta er bara geggjaður, sko. Já, mér finnst þess að Túborg geta að sponsa þættin ykkar. Ég er bara sammála Já. og hann er gluten free. Já, þetta er geður. Ég vissi ekki að það væri til. svona fjólblár? Nei, þetta er bara smakka. Nei. Nei. Hérna. En er þetta ekki light? Jú, þetta hlýtur að vera læt. Jú, er það ekki? Já. Hann er þannig, já. En bara, hann er bara mjög góður. Mjög góður, Það er Guð, bara- ég veit ekki hvað við erum bara búin að gleyma við værum hérna í podcasti bara. En segið mér, hvernig stóð á því að þið eru vinkonar? Já, það er svo Mér langar að gaman. heyra það. Það er svo gaman að segja fyrir því Já. að þegar ég var á öðru ári að klára annað ári mitt Já. að þá var mér var sagt, þetta var því að ég var að klára annað ári mitt, þá var mér sagt að það væri að koma íslensk stelpa að hún var að fara að byrja á brautinu minni. Já. Og þessi braut, þetta er American Theatre Arts í Rose Bruford og mun ekki vera lengur til. Nei, hún er Þetta hætt. Þetta er alltaf hætta. Þannig ég fæ að vita það er þannig að fara að byrja íslensk, hvað er að mér? Íslensk. Stelpa. Og ég var svo spennt af því að það voru Íslendingar hann á öðru ári og dásanlegir einstaklingar en við bara einhvern veginn smullum ekki og svo byrja ég á þriðja ári og ég er svo spennt að hitta þessa Ebbu. Ég man ekki hvernig alveg þetta var en ég held að, Ég sendi þér. Þú sendir Ég mér. sendi þér skilabóð á Facebook. Já. Ég man ekki hvort að því Salkasól var náttúrulega í skólanum líka og svo hafði Stella systir verið í skólanum og þekkti þig. Akkurat, já. Þannig að þú veist, ég man ekki hvort það var, ég held að það hafi verið Stella sem hafði sagt að því ég var svo stressuð að byrja. Þú veist, Já. ég vissi ég væri eini Já. Íslendingurinn bara á árinu Já. minni mig og þú veist, og náttúrulega í bekknum. Já, maður vill það, sorry. Já, ég ég veit er það, sammála. ég var Mér mjög fannst það- fegin að vera eina Ég er íslenska í sammála. bekknum. Þú veist, ég var bara, þú veist, það var engin annar frá, það var einn frá Norður Írlandi en það var alltaf hluti af, Já, en ef að maður hvort sem er að henda sér út fyrir sæðitara Akkúrat. hendur mig bara lengst út fyrir Já. Nei, En alvöru. ég var að kapna á eitthvað svona, oh my god, Óryggi og þú veist- stressi og þú ert lítill. Þú veist, maður er lítill Já, þarna, maður skilurðu. er bara pínlítið og þú veist, Já. er að fara í fyrsta sinna að búa í öðru landi. Já. Þannig að ég hef samband við Júlíu og spyr, þá var eitthvað þemapartí kvöldið, daginn fyrir skólan, eitthvað kúrekar og ég man það ekki og ég spyr bara hægir til ég hittast og Já, spjalla fyrst alveg og rétt. þú segi já. Sagði ekki strax já? Var Jú, ekki ógeðslega þú varst til? bara geðveitt spennt Já. og ég líka Já. og við fórum á, hvað hétt aftur staðurinn? Já, þetta var sem sagt aðal pöppin í hverfinu. Já, Já. Og við fórum sem sagt á þennan aðal pöpp í hverfinu og bara fyrir ekki, ég bara man ekki hvað hann ég heitir. man ekki hvað hann heitir Nei. heldur. Ómögulega. Já, en hann var alveg mjög shabby. Við förum að fá okkur Koppeberg
alveg marg og þú veist, og ef eiginlega bara eftir fyrsta þá erum við bara svona, erum við ekki bara orðna vinkonur? Jú, þetta var bara þannig. Já. Og svo bara fórum við aðeins dýpra, fórum að kynnast hver annari bara Já. ógeðslega vel Já. á einu kvöldi Já. með aðstoð nokkura bjóra og þetta var bara dásanlegt. Æði. Og ég sagði eftir bara, ég hef fundið bara smá sálufélag. Já. Þetta var bara, við smullum og við urðum bestu vinkunur á einu kvöldi. Já, Já. algjörlega. Það var dásanlegt. Þetta var svo gegn, og Það það er var líka svo frábært. gaman, þú veist, þegar Júlíana var 3. ári og ég var á 1. ári, þannig að ég hafði svona, sem ég gæti litið upp til, sem ég gæti leita ráða hjá og hérna við gátum talað leiklist og allt Við svona. vorum sammála með allt og það er það sem að ég ég elska með leiklistina. Að hérna, ég og Ebba tengjum svo mikið út af við erum sammála með svo margt. Við tengjum svo mikið í gegnum listina af því að við erum með svipaðar hugmyndir. Já. Við erum alltaf með svipaða gagnrýni þegar Já. við komum út af leikriti eða einhverju sem við höfum séð. Við erum óbóðslega líkar. Ég er aðeins harðari þegar við komum út af sýningum og svona. Já. Þarf aðeins meira til að skemmta mér. En hérna, Ég er náttúrulega smá svona, meðvirk. ég ætla ekki að segja, já, meðvirk. Ég er svona, ég ætla að segja auðbyggja góð, en ég finn svo til þegar fólk er, þú veist, Já, stendur upp á sérstaklega ef það á að vera grínleikaritt, Já. að þá er ég svo meðvirkur Já. hlæjari, Já. ég veit ekki hvort Nei, að það sé algjörlega. orð, en bara, Já. en mér finnst rosalega erfitt að ljúga að einhverjum og segja eitthvað bara, þetta var æði, Ég get en mér það finnst það ekki, en ég En get ég það reyni samt. alltaf að finna hrós sem ég meina. Ég vil ekki ljúga og ef að mér finnst þetta með stykki ekki nógu gott, Já, að þá get ég samt sagt við leikarinn sem stóð sig kannski bara frábærlega. já, einmitt. Bara til hamingju með þig, þú varst frábær. Skiljið þið? Já. Hvað Það finnst er alltaf hægt að finna hrós. Já, einmitt. Hvað finnst þér skemmtilegast að sjá í leikhúsi? Sko, mér finnst þetta erfið spurning. Ég veit það, þess að spyrja. Af hverju? Það er út af því að mér fannst alltaf skemmtilegast að sjá grín. Já, Mér fannst alltaf skemmtilegast að fara í leikhús og sjá farsa. Já. Svona því ég er unglingur og svona. Og söngleiki. Þú veist, þetta var bara svona mitt þing. Eftir að ég byrjaði sjálf að skrifa grín og ég er ekki að sitja með hánstal með að segja þetta. Ég er einungis að segja, ég klokka brandarna á þeirri koma, mér finnst allt vera svo fyrirsjánlegt. Þannig ef þetta er ekki sko, ef þetta er ekki svona komisk sýning sem að er með svona bam, svona brandara bara svona sem að skjótast í andlitið, svona in Já. your face dæmi, einmitt. sem að koma þér á óvart, að þá er ég ekki að fara að hlæja. Þó ég sé, Já, ég tengi líka við Ógeðslega það. hart. Já, er það ekki? Jú, ég bara kemur alltaf fyrir að ég hlægi leikhúsi lengur. Oh my Já, god, takk, ég held að ég væri bara orðin leiðinleg. nei, veistu það, þetta er líka bara svona með sjónvarsefni Já. að ég er farin að segja svona, nú segir hann þetta. Já, Og þú Akkurat. veist, og einmitt, ekki til þess að setja okkur á okkur háan stall, en Nei. það er bara, það er leiðilegt þegar hlutir eru fyrirsjónlegir. já, og þegar maður klokkar eitthvað áður. Já, Þannig að það sem að mér finnst skemmtilegast að sjá í dag, það er, mér finnst opbúslega gaman þessu uppistandsýningar, það er grín Já. sem að kemur mann á óvart. Og svo finnst mér opbúslega gaman að sjá góðar dramasýningar. já, Og það er rosalega mikið í leikhúsi að mér finnst, bara í öllum heiminum skilji, hefur alltaf verið. En ég get ekki rung. Ég get ekki þegar verið Já. að hérna, hvernig útskýrir maður rung? sko, þú veist, þegar einhver karakter er til dæmis með monolog eða innræðu sem að er, þú veist, 3 blaðsíður af einhverju svona Tilfinningaklámi. tilfinningaklámi og maður er bara, þetta hefði geta verið þú veist, 4 línur eða eitthvað og maður er svona, eða þú veist, þetta er bara svona, þetta er svona sýning til þess að Eða þetta sé absúrt, eða þetta sé sko, ofboðslega absúrdisma absúrt get ég sýningar. ekki. Ég get ekki absúrdisma nema Kristoffer Durang, maður finnst hann æði. Hvað En skrifaði hann? manstu eftir Tunafish, Já, nei, já, það er geggjað. Já. það er absúrdismi Já, í sinni bestu mynd sko. En hérna, nei, absúrdismi er oft rung.
ég veit það ekki, ég get ekki þegar verið að taka eitthvað sem að getur verið bara einlegt og heiðarlegt verk en það er sett upp í einhvers konar abstraktisma og absúrtisma og það finnst mér vera listarung. Já, ég tengi mjög mikið. Já, ég vil bara sjá góða dramasýningu eftir góðan höfund, skilji, eða bara ógeðslega einlega og heiðarlega sýningu sem er með bröndurum sem koma manni óvart. Æ, fattiði mig. En eins og sýning sem þú veist var í mjög miklu uppáldi hjá okkur báðum. Já. Fjölskyldan August Osage County. August Osage County, akkurat. Já. Það, þú veist, það er 3 tíma sýning. En hún leið svo, við fórum á hana. Já. Það voru 2 hlé. Það var að grípa fram í þessu. Nei, við elskum það. Ég elska það. Fyrir mig þessi sýning. Ég líka. Ég var bara, mamma og pappi keyrðu mig og eftir hana, ég byggu í Vesturbænum, þau byggu, nei, og Kringlan var það sem hún er. Já. Hún hefur ekkert farið. Hún hefur ekkert farið. Og hún bjóð þar. Og ég var eitthvað, hringdi í memmu og var eitthvað, ég þarf bara að labba heim. Og bara, þetta, breytti lífi mínu þessi sýning. Akkurat. Leikurinn var svo svakar. Þú veist, þetta var Sigrúnetta Jónsdóttir og hérna, hvað heitir hún, Margrét? Já, Margrét Helga. Þú veist, og Nína Dögg. Bara, þetta var bara frábært stykki. Já. Svo þegar ég kynnist honum Hilmi Snæ, vinnu mínum, þá spyrja hann í alvörunni, ég dirfist að spyrja mannin, hvort hann sé nú eitthvað að leikstýra. Já. Hann náttúrulega segir við mig að hann hefur leikstýrt mjög mörgum verkum. Já. Ég er bara eins og hvað? Hvað er leikstýrt? Bara eins og Fjölskyldunni, bara, ok, þú veist, þar átta ég mig á bara hvað ég er opbáslega bara fáfróð þegar kemur að því bara hverjir eru standa á bak við hverja sýningu. Maður sér alltaf bara hverjir eru í sýningunni, hverjir standa á bak við hana, fattiði. Það vantar svolítið. Já, og hann bara stendur á bak við mjög margt, en hann er mitt leikstýri í Fjölskyldunni sem er bara besta sýning sem ég sé á þessu landi ever. Þetta er fyrir mér svona fullkomin fjölskyldu, þú veist, harmleikur en samt svo ógeðslega mikið af fyndnum momentum og þú veist, einmitt myndin, þú veist, Meryl Streep leikur mömmuna, hvernig fannst myndin? Mér fannst myndin ekki nógu. Hún var ekki, hún er ekki það sama. En hún er frábærum leikurum. Og sjúklega vel leikinn. Og ég naut þess að horfa á hana. Ég líka. En eftir að hafa sér leikritið, þá er óbáslega, og þetta er bara eins og þegar maður er búin að lesa bókina og maður sé myndina og maður er eitthvað, ég bókin er betur, þetta er bara, þetta er svo mikið text, þetta er svo mikið að gerast. Það er svo margar sögur í gangi á sama tíma, það er ekki hægt að sýna þetta allt í einni bíómynd. Nei. Og það er máli. Af því maður vill ekki kannski sjá bíómynd sem er 4 tímar, af því það þarf svo mörg skot og eitthvað svona, akkurat. En hérna, mér langar líka að spyrja þig svona, að því við ræddum nú að þú ert skilin og þú ert með börnin þín viku hvernig er svona co-parenting ég hef bara svo mikið áhuga á því af því, þú veist, ég náttúrulega veit ekki neitt, ég á ekki börn en sko og þið verðist vera að gera þetta mjög vel. Já, ég er bara óbúslega heppin. Já. Ég er bara óbúslega heppin og það er ekki allir svona heppnir. Nei. Með hérna barnsföður eða barnsmóður af því það er oft biturleiki og spenna og reiði þannig á milli. Ég veit ekki betri pappa en pappi barnanna minna og hann er líka bara dásamlegur maður og við náttúrulega, það er óbúslega erfitt að aðskilja og þetta var ógeðslega erfiður tími en það sem að við ákvaðum mjög fljótlega var að gera þetta fallega fyrir krakkan okkar við ákvaðum líka að tala alltaf fallega hvort annað við börnin okkar og síðan bara af því að fyrstum sinnu þetta er þetta það erfitt, þeir geta ekkert verið vinir þeir eru nýskilin þannig að þá var þetta bara svolítið mikið bara, ég pikkaði upp þarna og þú veist, svo droppaði þeim til þangað, þú veist, það er vinna að komast á þann stað sem við erum komin á í dag og það krefst þess að báðir aðilar séu með nógu mikið þroska til að geta það, skiljiði og mér finnst bara
ég held þetta hafi tekið svona ár til 2 ár að komast á þann stað að verða bara góði vinir, að ég geti verið heima í honum og við haldið vinaafmæli fyrir barnan okkar, hann geti verið heima á mér og við heldum vinaafmæli fyrir börnin okkar. Skilji, ég held að það hafi tekið smá tíma að komast á þennan stað. Þetta var náttúrulega bara mjög erfitt. En við komumst á þennan stað og þetta er bara val, eins og með allt. Það er að velja það, að vera stærri aðilinn og bara, heyrðu, getum við ekki gert þetta fallega fyrir börnin okkar og fyrir okkur, eigum við ekki bara að velja það að vera vinnir. Já, líka þetta er allt val, inn í enn. Sem bara vinkona að þú veist, búin að þekka ykkur jafn lengi, en þú veist, við erum náttúrulega bara mjög góða vinkonu strax og tók maður eftir því að þetta var svo mikið bara svona, jú, þú veist, ekkert eitthvað, jú, þetta bara gengur æðislega, þú veist, því skilnaður náttúrulega alltaf erfiður, eins og segir, en þú veist, að taka þessa ákvörðuna þegar maður heyrir svo ofta eitthvað svona, já, það var svo ljótur skilnaður og bara, og börnin bara, þú veist, og foreldrarnir geti ekki verið saman í rými og eitthvað svona, og maður svona hugsaðar, hvað það hlýtur að vera hræðilegt. Það er kannski alla tíð svoleiðis. Einmitt, bara sikkur fermingin eða eitthvað svona. Já, mér finnst það óbúslega sorglegt, af því að sama hvað hinn aðilinn hefur gert, þú hlýtur að geta fundið það í hjartaðinu, talandi fyrirgefning og trúna, þú hlýtur að geta fundið í hjartaðinu að fyrirgefa manneskjunni fyrir líka sjálfa þig, fyrir líka fría sjálfa þig af einhverjum beturleika. Og mér finnst þetta það mikilvægast að þegar kemur að því að segja í sig trúið að það er náunga kærleikur og fyrirgefning. Það er bara það mikilvægast í lífinu. Og bara koma fram með aðri eins og þú vilt að aðri koma fram með þig, og ég held að það sé svona aðalmáli í svona skilnum og svona, því að auðvitað geta verið ljótur, ég held að sé alltaf ljótir, ég held að sé ekki til einhver fallegur skilnar, það er sama hvort að báðir aðilega vilja skilja, sama hvort að bara annar aðilega verður alltaf beturleiki pínu, það verður alltaf erfitt, þú ert alltaf að kveðja mann, þetta er bara, þú ert að kveðja þennan besta vin þinn, og þú veist þið verði aldrei með þetta samband aftur, skilur þú veist, þið verði aldrei bestu vinir að eilífu, þú ert að missa þinn besta vin og það er náttúrulega bara alltaf ljótt og erfitt, en svo er það náttúrulega bara þegar það kemur einhver svona healing, bara þegar healingið er byrjað, að þá hefur þú bara val, skilur bara, vilt ekki bara gera þetta falla, eigum við að velja það að vera vinir. Þannig að ég held að það sé svona það aðal sem ég tek úr þessu, við völdum það bara eins erfitt og var fyrir hann og mig á sínum tíma, við völdum það bara að gera þetta fallega. Akkurat. En eins og bara með uppeldis aðferðir, þú veist, eru þið sammála allt svona? Já, það er æði. Vá, það er frábært. Það er alveg meira. Við Ási erum nefnilega skrítið segja við Ási, en já, í þessu samhengi að þá passa það. En við erum bara opbúslega lík með bara gildi í lífinu og hvernig við viljum ala börnin okkar upp og allt þetta. Eins og ég segja aftur, hann er bara, ég gæti ekki hugsa með betri föður fyrir börnum mín. Þannig að við erum bara mjög sammála með margt. Ég held meiri sér sko, og ég elskaði Andri, en ég held að maðurinn minn sem ég á í dag, sem er hann Andri Jónesson, ef að við ættum barn, að þá verði það meira, herðu, við þurfum að komast á, þótt að við séum með sömu gildi og allt þetta, þá erum við ólíkari þegar kemur að því alveg börn. En ég held að það veri meiri svona spenna svona, og meiri lúff og meiri skiluru, ef að við værum að alveg börn versus ég og Ási að alveg börn. Akkurat. Skiljið? Einmitt. Þannig að þetta er alls konar. Þetta er alls konar, en ég elska þig, Andri. Skiljið? En þetta var típurnar eru svo mismunandi. Akkurat. En þú veist, þú og pabbi, voru þið með eitthvað svona svipaðar, þið skildu náttúrulega? Sko, ég fekk að ráða öllu. Gott. Og bara eins og þetta var, því var ekki breytt. Sko. Nei. Einmitt. En það gekk bara svona, hvað segir maður, snuðrulaust fyrir sig. Já.
það er gaman að pæla í þessu bara því, þú veist, maður er unni með börnum og svona, og maður er svona, já, ok, það er mömmuveika, þess vegna er þetta í gangi, þú veist, að ég er búin að vinna með börnum síðan 2009, sko. Akkurat. Og Þú fann að klokka já, hvernig það er pappaveika þegar þú mæta í sikkurum sóknum. Hjá sumum, en svo hjá sumum þá veit maður ekki neitt. Nei. Bara því það gengur svo ógeðslega vel, sem er bara eðlilegt, þú veist. En já, mér finnst bara oft gaman að svona, já, ok, þetta er aðeins svona meira lúsi-gúsi þar. En það sem ég ætla að segja, sko, í okkar tilfelli, svo kom ekki út eins og ég hafi verið svo mikið frekja. að því að hann var alltaf á sjónum. Já. Og þá auðvitað varst þú að taka ákvarðanir. Já, þá var ég að gera það, sko. Þannig að ég fegin því að það breyttist ekkert, sko. Akkurat. Svo bjó hann ekki á landinu heldur, sko. Já. Þannig að Ég er mjög glaður að þú sagði þetta því ég var að hugsa djöfulsins frekja var hún eitthvað. En það er mjög frek. En hérna, þú veist, þetta bara var fínt, sko. Já, það er ofsalega gott og gleðrið til þetta. Já. Þið sjáu að Ebba er ekkert kúið. Nei, alls ekki. Börnin sín, hvernig vogar hún sér. Já. Akkurat. En hérna, þú ert búin að gera ótrúlega margt í gegnum tíðina. Hvað er, þetta er svolítið spurning. Já, ég til í það. Og þetta má vera tengt alveg bara frá því þegar þú byrjaðir að leika. Já, ok. Hvað er besta verkefni sem þú hefur gert? Já. Besta þá að sem skemmtilegasta. Já. Já. Og bara versta. Á ég að þú er eitthvað að koma eitthvað svoleiðis? Ég meina þú mátt segja eitthvað á skólanum, skilur. Þú veist, ég verð aldrei aftur ráðin í Æslandi, ég verð aldrei aftur ráðin Nei, sem leikstjóri. Nei, ég er að meina sem leikona. Já. Ok. Já, mér finnst þetta mjög erfitt. Já. En ég elska að þú ert að augra mér hérna með þessum spurningum. Já, ægi. Og ég er að opna mig meira en ég ætlaði nokkuð að gera. Já, ok. Og það er alveg magnað. Já. Af því að þegar við Ebba hittumst, þá förum við alltaf á dýpstu trún og samtöl sem ég fer. Það fer ekkert small talk fram. Það er beint bara, já, hvað trám ertu búin að vera að díla við nýlega? Ég elska það. Þetta er magnað og það er magnað af því að ég er eitthvað svona, ég ætla að passa mig af því að mér finnst ég stundum vera opin bók. Já. Mér finnst stundum eins og bara fólk bara, það er ekki með vel, skilji. Já. En ég er að reyna að líta á þessum jákvæðan hlut, þannig að ég er bara svara þessum spurningum. Já. Og hérna, og þetta var grín á hann, ég er ekki að drulli við neinn. Ég veit ekki. Það er bara gaman að þessu. Besta og skemmtilegasta verkefni sem ég teki á mér, það er ekki erfitt, það er venjulegt fólk. Já, grunaði það. Og það er bara... Það er gæsa þú, sagði þetta. Já, það er bara út af því þetta er 6 ára vinna. Það var opbáslega flott. Já, og bara, þú veist, bara skrif, tökur. Þannig við urðum bara svona lítil fjölskylda og þetta er bara svona, bara svona, bara litla barnið mitt líka. Já. Skilji. Þú ert alltaf að fara að vera þekkt fyrir þetta. Já, það er alltaf júlinu venjulegu fólki. Já, skilji. Og þú veist, ég er bara, þannig að ég verð að segja bara eins mörg skemmtileg verkefni og ég hef verið í, þá er bara alltaf venjulegt fólk bara það besta. Já. Versta? Já, eða þú veist, ok, kannski versta eða erfiðasta, þú veist, þú mátt... Ok. Ég er sko með eitt í huga, en þú veist... Fyrir mig? Já. Oh boy, getur þú gefið mig vísbendingu? Það var í skólanum. Það var í Brúfort. Já, Jesús almáttur, ok, takk fyrir þetta, því að ég er nefnilega, mér finnst svo gaman að öllu sem ég geri, að einhvern veginn það er erfitt að hugsa versta. En Guð minn góður, ég get algjörlega nefnt að versta. Það var loka sýning mín í Brúfort. Hún var hérna skrifuð af Stephen Dykes, kennaranum mínum og kennaranum okkar Ebbu. Mjög klár maður. Ógeðslega klár. En státaði sér aðeins svo mikið af því að vera svo klár, sko. Já, þetta var eiginlega pínu svona valdarsýki. Þetta er valdabrjálæði. Já, þú veist að því hann var með okkur og við gátum verið að leika leikritinn hans. Já, mér bara
margt sem það pínut rung líka sko eða bara full blown mesta rung lífsmíns var að vera í þessari sýningu This Divided Earth hét hún og það skemmtilegasta sem ég gerði í sýninguna ég fekk að spila þverflötu og það var þarna einhver 2 ár sem ég gerði það þú veist að alvöru þannig ég var bara að æfa mig ógeðslega mikið fyrir sýninguna það gaf mér svo mikla gleði og bara að taka flautuna mínu upp, ég elska það gera það ekki nóg oft en ég elska að ég væri allavega að gera það í sýningunum og það bjargaði mér frá því bara að gangi sjóin vegna þess að þessi sýning var hræðileg og hafa þurft að vera á hverjum degi í marga dæru að sýna þessa sýningu ég hugsaði bara ef að ég fæ að ráða einhverju í framtíðinni að þá er það bara aldrei að vera í rungsýningu á ævi minni og ef að þetta er bara spurning um að reka mig úr leikhúsi þá eða ekki þá bara er ég rekin úr leikhúsi ég hef ekki þolinmæði í svona verkefni og ég get ekki svona útskýrt hvað var svona mikið rung en þetta var bara þetta fjallaði hann var alltaf að vera með svona pólitíska skoðanir og alltaf eitthvað svona þetta var svona leiðilegt leikrit, það var ekkert fyndið í þessu, ekkert skemmtilegt, bara eitthvað allir með tilfinningar, allir með sína mónologa og ég bara, við með góður bara, ég geti þetta ekki sko við getum náttúrulega að tala endalaust allt, erum við ekki búin að fara yfir hérna fjölskyldu við erum búin að fara yfir hérna leiklistina og við erum búin að fara sko víðan völl vináttan okkar akkurat það er bara hægt að hafa það er endur eitt sem ég var að fatta sem við töluðum áður en við byrjuðum að taka upp og það er samband Júlíanu við mömmu sína og systur, það var svolítið skemmtilegt þannig að það getur bara endurleikið það akkurat Stefán ég á óbúslega gott samband við fjölskylduna mína og ég er óbúslega þakklátt fyrir bara, 2 systur og mamma og pappa og pappi á sína konu í dag og mamma og sinn mann í dag og ég er bara óbúslega þakklátt fyrir þau öll og við eigum óbúslega gott samband þótt við hittum sig ekki oft bara út af því að þú veist Kristín litla systir bjó í Danmörku núna síðustu 2 ár en þá gefum okkur alltaf tíma til að hitta hver aðra og fórum einmitt í nóvember í fyrra í íbúðunum mínu á Alicante fórum þar 4 bara mæðgnaferð við höfum farið 4 til Danmörkur í heimsókn til Kristínar og þú veist þannig að við gerum þetta reglulega og svo sagði mamma sko fyrir 2 dögum eða eitthvað nokkur dögum og sagði hérna getið þið systur komið á 50 daginn til mín og hitt mig án barna og maka bara við sem 4 saman og ég er ennþá að hugsa því að þetta er sérstu eftir og ég er ennþá að hugsa hvað er hún að fara að segja okkur að því það var líka svona eins og þetta var svona gleði þú veist eitthvað svona þannig eitthvað svona mann hún í lottói einmitt er hún að fara að segja okkur eitthvað eru þið búin að gifta sig? Nei, kannski eru þið að fara að gifta sig held að mamma og Oddur ætlaði að gifta sig af því þau eru bæði fráskilin og bara eins og fullarinn þau bara heyrðu við viljum þau eru ekki frá eignast barn þannig að til hvers þannig það er kannski lottóvinningur í húsi nei veistu það eða bara þetta sé bara og ég held að það sé máli að mamma vildi bara fá okkur saman til að vera saman af því við höfum ekki verið 4 saman og alltaf Kristín í útlöndum eða börn og makar með og einhvern veginn þá er allt í chaos að hérna ég held að mamma hafi bara viljað bara fá svona stund með okkur systrum og mér finnst það bara geggja mér finnst það ógeðslega fallegt af því að það hefur ekki gerst í ár að við hittust bara 4 það er líka bara svo mikilvægt þú veist þessi sambönd þú veist eins og ég og Stella og mamma þú veist þetta er svo mikið þú veist og þú og þínar 2 systur og mamma þú veist, þessi sambund eru svo ógeðslega dýrmætt eins og þú veist að tala bara að maður þarf að rækta því þau gerast ekki sjálfsés það er nefnilega máli svo pappi núna er svo sniður hann er að flytja til Gaeta
í Róm, þannig að klukkutíma fyrir utan Róm. Já. Gerði það líka í fyrra, leigir íbúinu sinni út inn heima, flytur í 5 mánuði til Ítalíu. Vist það geðvegt. Og við erum að fara að heimsækja hann, ég og Andri og krakkanir. Og heimsækja hann núna bara 30. nóvember. Við ætlum að vera bara í nokkra daga. En þetta bara, maður þarf að gefa sér tíma og maður áttu sig á því þegar maður er fullorðinn. Já. Að maður þarf að gefa sér tíma í fjölskyldu og vini og þú þarft þú þarft að prioritisa. Akkurat. Og again, segir það bara svona að mín loka orð eru að fjölskyldu og vinur eru það dýrmætasta sem þú átt í lífinu og það er að gera að rækta þau sambönd. Nákvæmlega. Ég ætla að spyrja það einu í lokin. Nei, þetta voru lokaorðin. Já, ég veit þú sagði það en bara I'm sorry, I'm the boss. Ég ræð eins og hún sagði í myndinni. Nei, í leikritunni. Hvað er framundan? Þú ert á Bylgjunni í bakaríinu á laugardögum milli 9 og 12. Já, rétt. Og svo ég að skrifa eitt. Og ég var að skrifa annað sem ég að setja í hilluna í smástund að ég að skrifa eitt sem ég held að gæti verið bara production á næsta ári. Ég þarf að vísu að tala við alls konar fólk þannig ég ætla ekki að segja meira en það. En ég er mjög spennt fyrir þessu. Síðan ég bara í alls konar giggum hér og þar hvort sem að þessi veislustjórnir eða tökur í þessu eða auglýsing þarna eða lesin á þetta þannig að þetta er bara svolítið alls konar en það er einhvern veginn ekkert svona eins og ég gæti alltaf sagt í mörg ár bara við erum að fara í tökur á þessu ég er að skrifa þetta og þetta ég er að fara í tökur þarna þetta er aðeins í lausara lofti lífið mitt er aðeins í lausara lofti og ég er bara að reyna að njóta þess það er bara æði svo erum við að fara einhverja glimmersprengjur nákvæmlega við erum að fara að skrifa þetta nei, loksins ég klappa nú bara það er komin tími til og eins og ég segi af því að öllum er drull sama hvað við gerum, skilurðu að þá er að gera að njóta og hafa gaman að því sem maður gerir þannig að þess vegna segi verðum að byrja af hverju ekki, skrifum þessi seríu hendum við út í kosmosið gerum þetta, því öllum er drull við erum bara að hafa gaman djöfull er ég til í þetta og bara ég er svo ánægð með ykkur ég ætlaði einmitt að spyrja ykkur þessar spurningar við erum alltaf að segja við verðum að vera að vinna saman en nú ætlum við að gera það heyrðu, bara takk fyrir komuna Júlíana takk fyrir mig, við veitum hvað var gaman að spjalla við ykkur Já, við höldum bara áfram, þú veist, þið fáðu ekki að heyra að. Nei, það verður að vera framhald. Þannig að bara gangi vel í því sem er framundan. Takk og sömuleiðis. Takk fyrir. Og svo bara hlusta á hana Bylgjunni á mótnana, ég geri það alltaf. Já, það er svo gaman. Þannig að bara elskaði mamma. Elskaði líka Júlíana. Elska þig. Takk svo mikið fyrir mig. Takk fyrir.